Já, sælveriði og velkomin í KitKat-klúbbinn í Berlín, þar sem allir með að vera það sem þeir vilja. Hér munu skemmtanastjórinn, söngkonan Sally Bowles og kabarettstúlkurnar kynna fyrir þér trillta og myrka afkima næturlífsins þar sem allt leyfilegt nema áhyggjur og hversdagsleiki. Við hittum heimstækta danshöfundinn Lee Proud á sviðinu í samkomuhúsinu á Akureyri. Cabaret is a wonderful show set in the Jazz Age, 1929, in Berlin. It's written by John Kander and Fred Ebb, who wrote the movie Chicago. People might be familiar with that, so it's quite a similar thing. There was a movie with Liza Minnelli in the 70s, which she won the Oscar, and Bob Fosse won the Oscar, the director and choreographer. It's full of singing and dancing, and full of songs that I think people will not think they know, but they know. They'll remember those songs, and they'll be more familiar with it than they think. But very high energy dance performances. A really great story set in a very strange kind of part of history where the world was about to change, and of course in Berlin everybody was living very hedonistically, drinking lots of champagne, going to lots of very seedy nightclubs, where very, very sexy things are happening. So it's a very sexy show. How come you're here in Iceland doing this show right now? I've worked in Iceland quite a lot. Well, I worked in Reykjavik at the Borgarleikhúsið, the theatre, the city theatre in Reykjavik, and I did Mary Poppins and Mamma Mia, Billy Elliot, and Rocky Horror. And I worked with Marta Nordal, was the director of Rocky Horror, where I was doing the choreography. And we finished that show. And Marta said, "Would you like to come to Akureyri?" And I said, "I'd love to come to Akureyri." And I feel like, really, I mean, it's the most beautiful place I've ever been to. I can't believe when I'm walking to work in the morning that I'm working here. It's just so beautiful. I feel like I've been to Reykjavik 100 times, but this is the first time I think I've been to Iceland. It's really wonderful, and the people are lovely, and the food is great, and the theatre is just beautiful. I'm working with lots of very talented people, so it's a dream job. And I work in New York, Tokyo, London. I work all over the world, and I'm very lucky that I get to come to places like this. And Akureyri must be a lot different from New York, or maybe not. I think when you're in the rehearsal room with the actors, you could be anywhere in the world. So I'm treating this rehearsal room exactly the same way I treat a rehearsal in New York or Tokyo or London or Germany, anywhere I work. So when you're in here, kind of time stands still in a way, and you're just involved in getting the show on, the creativity of the show, trying to get it to a really high standard. And then you walk outside and you're in this wonderful town in the north of Iceland with beautiful mountains and blue skies and few clouds and a great swimming pool and lovely restaurant. I'm very lucky to be here. And I don't have to get a tube or a metro or a subway to get to work. I can just walk, and it's fantastic. Yeah, I love it. The atmosphere here, it's an old theatre. How is it rehearsing in this house? The theatre is very unique and extraordinary. I don't think I've ever been in a theatre where you've been very close to the audience, but it looks like a very traditional theatre. You can feel the history in this building. There's lots of old pictures on the wall, but it smells like a theatre when you walk in, and you can just feel the spirit of all those wonderful Icelandic performers who've been here before us. The people that are going to come and see the show, yeah. What are they supposed to expect? I want them to experience a little bit of Broadway or the West End in Akureyri. So something of a very high standard. Marta is changing the standard here. We're hopefully raising the bar. I don't think a musical has been on here for a long time. So hopefully people will see this show and they will be blown away with the singing, the dancing, the acting, the set, the costumes, the lighting. It's going to be like something they haven't seen in Akureyri before, ever. So get your tickets now, because it will sell out. Tell us a little bit about the choreography. The choreography is, it's very 20s, 30s, very sexy, very detailed. It's most of the songs in this show are numbers in the cabaret, so they're not songs that kind of that tell a story. They're just numbers in a show, so they're great fun to do. And they're very kind of jazz based. So they're really full on. And the actors, the dancers are exhausted because I'm working them very, very hard. So every day we do 30 minutes of an Olympic
warm-up, like a boot camp every day to get the dancers fit so they can sing and dance at the same time, and they have to make it look really easy. So I'm training them up to become like athletes with very good stamina, and also to be able to perform it for 2.5 hours a night. Ólöf Jara Skagfjörð fer með eitt af aðalhlutverkunum í sýningunni. Hún Sally Bowles, skemmtanastjóri með meiru. Við spyrjum hana hvað heillar hana mest við þetta verk. Í fyrsta lagi það náttúrulega draumahlutverk að fá að leika hana Sally Bowles, og þetta verk bara svolítið svona ólíkt þessum svona venjulegu söngleikum sem bara svona glimmer í loftinu og allt svona sko. Þetta meira svona aðeins meira að sletta það svona substantial svona verk. Þetta verk mjög bara svona, þetta svona concept verk, þetta ekki svona þessi venjulegu söngleikur bresta í söng, eitthvað svona, þetta eitthvað aðeins svona stærra og meira, og sem að ég tengi bara mikið við. Mér skemmtilega að koma að sjá söngleik sem eitthvað svona djús í, frekar heldur en eitthvað sem bara svona grunnt og yfirborðinu, og svo náttúrulega tónlistin bara í þessu bara æðisleg, og svona allt svona sem gamaldags hef ég mjög gaman af. Ég hlustaði mikið á Judy Garland og svona þegar ég var bara 9 ára gömul sko, þannig að þessi tónlist svona lifir svolítið vel í mér sko, svona í hjartan á mér sko. Jara býr í New York en komin til Akureyrar til að taka þátt í kabarett með Menningafélaginu. Hvað kemur til? Aðalega langar mig að vera í kabarett af því þetta fyrir norðan. Það var nú aðalástæðan fyrir að mig langaði að vera með. Mér finnst þetta leikhús svo frábært, samkomuhúsi, bara alveg ástfangin af þessu samkomuhúsi, og systir mín á heima og ég náttúrulega bý í New York núna, en ég hef oft sagt það sko, ef að einn daginn ég myndi flytja aftur til Íslands alveg bara svona for good, myndi ég örugglega flytja til Akureyrar sko. Þetta sýning sem mjög mikið fyrir auga, það mjög mikið að gerast. Já, það það mjög mikið að gerast. Það margar sögur, það ekki bara ein saga, það eru alveg 2 ástarsögur, svo náttúrulega líka pólitíkin og allt sem í gangi í Berlín á þessum tíma. Þú veist, við erum að fara aðeins aftur í tíman, við erum að sjá þetta sem sko, eða áhorfendur eru að sjá þetta og þeir vita auðvitað hvað gerist í kjölfarið á því sem í gangi þegar við komum að verkinu. Og já, það bara svolítið mjög mikil djúsi í þessu sko, bæði náttúrulega dans og söngur og skemmtilegt, en það líka, þú veist, það skilur eitthvað eftir sig, held ég, verkið. Hvernig gengur þér svona að setja þig inn í þetta hlutverk? Nú þetta reynda bara á svona fyrstu metrónum, en hvernig kemur þér inn í karakterinn? Sko, já, eins og þú segir, það vika 2, þannig að þetta bara, ég auðvitað búin að lesa allt sem ég get lesið og búin að, þú veist, horfa á myndina, og ég sá sýninguna fyrir nokkrum árum út í New York og horfa á myndbönd og allt það. Ég tók nokkra burlesk tíma líka út í New York, að við erum að vinna aðeins með það í þessari sýningu. Já, það bara að vinna heimaveruna sína og aðalega bara hafa gaman. Sally rosalega mikið í því, henni finnst bara allt æðislegt og bara að njóta lífsins og allt það sko. Þannig að það eiginlega mitt aðal inn í karakterinn, bara að hafa gaman sko. Fyrir áhorfendurna sem að koma að sjá sýninguna, við hverju með að þeir búast? Það má búast við miklum söng og dans og gleði, og bara svolítið svona bara koma inn í nýjan heim, svolítið svona bara inn í kabarettheiminn. Við erum komin til Berlínar, þetta bara svolítið svona tímaflakk.